Þá það síðasta verkefnið í mælingaverkefnunum og það eru umferðarljós. Hér höfum við sem sagt einföldustu stýringuna, það er bara rautt og síðan gult og grænt. Láta það ganga sem sagt í endalaust. Þannig að fyrst komi rauðljósið inn, svo komi gult með rauðu og síðan grænt sér, og þegar grænljósið er búið að vera inni þá komi gult á eftir grænu og síðan bara rautt. Við eigum ekki fleiri eða nógu marga útganga á þessari vél sem að þetta forrit er gert fyrir, þannig að það er nóg bara að vera með þessi 3 ljós til að byrja með. Svo getið þið síðar með reynt við það að hafa báðar akstursstefnurnar. En þannig að þá opnum við sem sagt forritið og við ræsum þetta með í einum, og hér fáum við þá út sem sagt innri útgang sem að við notum til að stjórna þessu og tínum svo ytri útgangarna síðar meir inn. Nú næst set ég inn snertu úr M1 og hér myndi ég segja sem sagt þetta er rautt ljós. Skrifum við hérna rautt og hér höfum við bara start. Nú við höfum tíma á rauðaljósinu, þá setjum við hérna T1 og snertan á honum kemur síðan hér og við setjum inn, kannski við höfum svona 4 sekúndur á þessu, og það er seinni inn tímaliði X on delayed, samþykkjum það og við skrifum kannski hérna 4 sekúndur svona, og hérna setjum við þá gula ljósið með, það er þá M2. Það hefum bara venjulegan útgang því að rauðaljósið heldur rauninni gula ljósinu inni, og við köllum það þá gult, og þá þurfum við að setja snertu úr því inn á tímaliða sem að segir til það í hvað langan tíma rauðaljósið og gula ljósið eru inni samtímis. Það er T2 og það getum við sett svona 2 sekúndur til dæmis, svo ég sé ekki endalaust að bíða eftir þessu. 2 sekúndur hérna, og svo kemur snerta úr T2 sem að við látum hérna inn á grænljósið, og þá setjum við set innri útgang fyrst sko, set M3, það er þá grænt, en jafnframt þá þurfum við að slökkva á rauða og gula, og við gerum það í rauninni með því að setja reset á M1, og þá dettur rauðaljósið og gululjósið út, en græna helst í staðinn inni. Og svo höldum við áfram að við þurfum að hafa tíma á grænljósinu, þá setjum við snertu úr M3 hérna, og það fyrir ná tímaliða T3 og þá segjum við
kannski 5 sekúndur á grænljósinu, merkjum það hérna inn, 5 sek, og þegar að sá tími er liðinn þá tökum við náttúrulega grænljósið út og setjum gult inn í staðinn, það er gult á eftir grænu, og þá höfum við þá næsta lausa innri útgang, sem sagt M4, og það er sem sagt T3 sem að ræsir M4, og þá setjum við set M4, og það er þá gult eftir grænt. E þýðir eftir, grænt, já, það sleppur, gult eftir grænt þýðir þetta. Og jafnframt þá þarf ég að slökkva á grænljósinu, þá þarf ég að setja reset á M3, svona. Síðan hef ég hérna frá M4 gula ljósið, það við erum að fá hvað tíminn á því að vera langur, þá erum við að setja það út á tímaliða, og það væri þá T4, og hann er hér og við skulum segja svona 3 sekúndur, skrifum það hérna inn á, svo við sjáum það greinilega, og þá slökkum við á gulu eftir grænu, en við þurfum að setja rauða aftur inn. Þá setjum við sem sagt snertu úr tímaliða 4 og setjum það á reset á gula M4, og þá þurfum við að kveikja aftur með þessum tímaliða á rauðaljósinu, og þá þurfum við að setja það í rauninni aftur inn hérna til þess að þetta haldi áfram endalaust. Og þá get ég merkt hérna með því að vinstri smella hérna hægra megin við, en svo hægri smelli ég á þann reit og fer í Add Circuit Connection. Þá fæ ég hérna pláss til að setja snertu úr T4 og bæta henni hérna við, smella á accept, og hliðtengjana yfir startrófan, þannig að rauði komið aftur inn. Svo þetta geti gengið endalaust. Ég þangað til ég slekk á þessu með það er svo sem hægt að setja það reset á rautt til dæmis, eða það er möguleiki líka að hafa bara T4 já hérna, og síðan einhvern annan rofa hérna sem að stoppar þetta sko, þannig að það sé hægt að rjúfa, hann væri þá af á alveg sem stopprófi. Við getum sett hann bara sem I2, og þá væri hann hérna í þessu, hann væri bara sem sagt svona, ræsirófin væri fyrstirófi, þannig að við myndum gefa samband alltaf inn á þetta, nema þegar við myndum stöðva þetta, þá myndi hann fara í stöðvunar, og við myndum, já, þá myndum við ekki fá rauðaljósið. Við skulum skoða það síðar betur, og nú eftir að tengja út á ytri útgangana þessa innri útganga, því að með innri útgangunum þá vorum við að búa til virkni á þessu ljósum, og hér getum við skrifað þá inn rautt,
og það er þá ytri útgangur Q1 sem það fær það. M2, það eru tveir staðir sem við vorum með gult ljós, það voru M2 og M4, það var gult á eftir grænu. Og en það fer út á sama gula ljósið, svo setjum við venjulegan útgang fyrir það, Q2, og þetta er gult ljós. Og að lokum þá er það græna ljósið, það var M3 og það fer inn á Q3, venjulegan útgang og það skrifum við grænt. Svona. Og nú er bara að prófa þetta. Við getum sett hérna í gang, ræsum hérna kemur græna ljósið og tímaleiðin telur gult með grænu, með rauðu segi ég, græna ljósið er komið inn, gula ljósið eftir græna ljós og rautt. Síðan heldur þetta áfram koll á kolli, gult með rauðu og svo grænt. Og við endum á rauðu ljósi. Nú, hvernig getum við stoppað þetta á rauðu ljósinu? Við myndum til dæmis, ef við tökum þennan út núna, þá myndi þetta bara slokkna, ekki gera neitt meira. En við getum þá komið veg fyrir að þessi tímaliði komi inn. En þá segjum við þessu lokið.